Ágætu áhorfendur, gleðilegt nýtt ár. Í þessum pistli ætla ég að fara stuttlega yfir fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2022 og svona helstu forsendur og nefna nokkuð verkefni. En vil benda á að frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu Reykjanesbæjar, reykjanesbæjar.is, undir fjármálaupplýsingar. Þar er hægt að skoða áætlun og forsendur og allt í miklum smáatriðum. Ferlið sem við fylgjum, það byggir bara á sveitarstjórnarlögum og viðmiðinir og markmiðin í fjármálareglum sveitarstjórnarlaga, auk þess sem við erum með ítarlega verklagsreglur og tímalínu. Það má segja að áætlunin skiptist í grófum þáttum bara í tekjur og gjöld, og tekjurnar má segja að skiptist í þrjá svona meginflokka. Það eru skatttekjur, það er að segja útsvar og fasteignaskattur, framlög úr jöfnunarsjóði ef að þau eru, og svo aðrar tekjur eins og þjónustutekjur sem eru þá eins og aðgangur í sundmiðstöð og leikskólagjöld og fleira slíkt. Og gjaldamegin eru þá nokkri stóri liðir eins og laun og launatengd gjöld sem eru langmestu útgjöld sveitarfélagsins og sveitarfélagi yfir höfuð, og lífeyrisskuldbinding sem að breytist á hverju ári, alltaf til hækkunar. Síðan er annar rekstrakostnaður ýmiss konar, það er aðföng og slíkt sem að þarf til rekstrar, og síðan að lokum fjármagnstekjur og gjöld. Og þegar þetta er tekið saman þá er einhver ekstra niðurstaða, ýmist í plús eða mínus, og það er svona galdurinn okkar að hafa hana sem hagstæðasta. Ferlið sem við fylgjum, það í raun má segja að það hefjist bara snemma árs hverju sinni með því að umhverfissvið óskar eftir hugmyndum og tillögum um nýframkvæmdir og viðhald. Og þær hugmyndir ræðis á framkvæmdastjórn og ýmis önnur verkefni, framkvæmdir, og framkvæmdastjórn samanstendur af 8 manna stjórnendateymi sveitarfélagsins, og bæjarráð fjallar svo helstu forsendur. Ég fer aðeins yfir þær á eftir. Hvernig er atvinnuástandið og horfur þar? Eru einhverjir kjarasamningar framundan? Og svo framvegis. Þannig að það er svona, við reynum að glöggva okkur vel á forsendunum áður en að við förum í gang. Í júní og júlí, þá er júní til ágúst á sumrin, þá erum við að ræða þetta áfram. Förum í tekjuáætlunina nánar, áætlum tekjur og svigrúm til útgjalda í bæjarráði þá, og að því loknu þá gerir bæjarráð tillögu að fjárhagsramma fyrir einstök svið, og þetta eru háar tölur, þetta er svokölluð rammaáætlun, og bæjarstjóri og fjármálastjóri kynna síðan ákvörðun bæjarráðs fyrir sviðsstjórum hvers sviðs og förum þá yfir svona þann ramma sem að viðkomandi svið hefur, og sviðsstjórar skipta síðan rammanum niður á deildir, og deildir eru þá, ef við getum sagt, einstaka stofnanir eins og hver skóli er ein deild, umhverfismiðstöðin er ein deild og svo framvegis. Og sviðsstjórar eru þá komnir með boltan og þeir kynna áherslur og óskir fyrir kjörnum fulltrúum í bæjarstjórn, svona hvernig þeir sjá fyrir sér. Þetta gerist á haustmánuðum, ágúst, september, svona síðsumas, ágúst, september. Við förum betur yfir launaáætlun og innri leigu og fleiri þætti sem að þarf að horfa til í áætlunargerðinni, og gerum tillögu að gjaldskrá sem er svo lögð fyrir bæjarráð. Og þá er ég að tala um þjónustugjöld eins og ég nefndi áðan, aðgang að stofnunum, söfnum, leikskólagjöld, tónlistarskólagjöld og fleira. Umhverfissvið leggur fram tillögu að framkvæmda á fjárfestingaráætlun sem byggir á þessum óskum sem hafa þá vonandi komið fram á vori og er þá búið að vinna aðeins í og kannski teikna eða hanna og gera áætlanir. Og stjórnendur kynna tillögu að fjárhagsáætlun sinna deilda fyrir bæjarfulltrúum. Fagráð og nefndir fjalla fyrirliggjandi tillögur. Taka sér dæmi, velferðarráð fjallar tillögur velferðarsviðs, umhverfisráð fjallar tillögur umhverfissviðs og svo framvegis. Bæjarráð fjallar þessar tillögur líka og tekur þetta svo saman í eina heild.
Við fundum áfram og svona förum yfir málin og gjarnan með nefndum formönnum nefnda og ráða, og að þessu loknu þá þetta allt saman tekið saman í einn pakka og lagt til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem samkvæmt lögum á að fara fram fyrir 1. nóvember ár hvert. Og í nóvember og desember þá erum við enn að fjalla fjárhagsáætlunina og gera breytingar ef þarf. Forsendur eru ofta að breytast, þjóðhagsspá að koma út, ýmis ný eða endurbætt, og við förum svo með fjárhagsáætlun og leggjum hana fram til seinni umræðu og eigum að gera það samkvæmt lögum fyrir 15. desember ár hvert. Helstu forsendur áætlunarinnar núna fyrir árið 2022 eru þessar að við gerum ráð fyrir að aldurssamsetning íbúa verði óbreytt, útsvarshlutfall er óbreytt 14,52%, fasteignaskattur er að breytast, hann lækkar á A-flokk íbúðarhúsnæðis úr 0,32% af fasteignamati í 0,30%, B-flokkur sem er opinberar stofnanir er óbreyttur, C-flokkur atvinnuhúsnæðis lækkar líka úr 1,52% af fasteignamati í 1,5%. Svo eru gatnagerðargjöld, áætlaðar tekjur af gatnagerðargjöldum eru 500 milljónir á ári. Verðlags launavísitala samkvæmt þjóðhagsspá, við tökum bara þá viðmiðun í alla okkar útreikninga. Framlög jöfnunarsjóðs sömuleiðis eru óbreytt frá fyrra ári, en það getur breyst á milli ára, en það gerist þá bara í árslok. Gjaldskrá, við hækkuðum hana að meðaltali núna 4,27% sem er bara samkvæmt verðlagsþróun, og neysluvísitala samkvæmt sáttmála er 2,5% samkvæmt sáttmála síðustu kjarasamninga. Kjarasamningar, þeir eru bara í gildi og það eru náttúrulega stóri samningar lausir núna í næsta haust, 2022, og við þurfum að undirbúa okkur undir það og svo 2023 líka. Stöðugildi, við gerum ráð fyrir að þau verði óbreytt á milli ára. Launavísitala, hún hækki 5,4% samkvæmt þjóðhagsspá. Við erum alltaf í einhverjum hagræðingaraðgerðum og þær eru þá almennar, það er enga sértækar hagræðingaraðgerðir núna. Vextir samkvæmt gildandi lánasamningum og svo framvegis. Mannfjöldin hjá okkur hefur verið að þróast mjög mikið og hratt og á undanförnum árum, eins og sést á þessari mynd. Í kringum 94 voru íbúar Reykjanesbæjar 10.000, en núna eru þau komnir yfir 21.000 árið 2021 og í upphafi árs 2022, og við höldum áfram, eða gerum ráð fyrir að þessi vöxtur haldi áfram. Það er ekkert annað í spilunum, íbúar flytja til okkar, nýir íbúar á hverjum einasta degi, þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því í bæði skipulagi og öðru. Atvinnuleysi hjá okkur var 10% í lok nóvember 2021, fór hæst í 24,9% áramótin þar síðustu 2020-2021, en er nú lægra en fyrir COVID, en það mældist 10,4% í janúar 2020 en er núna rétt undir 10%. Ef við skoðum bara hérna lykiltölur, ég ætla nú ekki að fara yfir allar þessar tölur, en benda aftur á heimasíðuna og nánari upplýsingar þar. En þarna sjáum við eru dálkar sem sýna rauntölur 2020, útkomuspá fyrir árið 2021, við erum ekki búin að taka saman ársreikning, það er venjulega gert í mars-apríl, þannig að þetta er útkomuspá, og ef við skoðum bara rekstra niðurstöðu hennar, þá sjáum við að það eru rúmið 3,4 milljarðar sem að ræðst meðal annars af svona einskiptisliðum. Áætlun 2022 gerir ráð fyrir nokkur 100 milljón króna halla þessu ári, sem að á sér nokkra skýringar, meðal annars í tekjum og auknum útgjöldum út af COVID og kjarasamningum og slíku. En síðan árinu 23, 4 og 5 þá gerum við ráð fyrir hröðum bata. Gerum ráð fyrir að árið 2023 verðum við komin í tæpar 100 milljónir í rekstrarniðurstöðu í A-hluta í plús,
786 milljónir 24 og 2025, og nú ég að horfa á neðstu línurnar, verðum við komið vel á 2 milljarð í rekstrarniðurstöðu 2025. Ef við skoðum lykiltölu fyrir A-hlutann, bæjarsjóð, þá þetta sama skipting, þar að segja við erum með dálka fyrir 2020, 2021, svo fjárhagsáætlun 2022 og 3 ára áætlun. Og ef við bara einbeitum okkur að því sem að þarna þriðji dálkur fjárhagsáætlun 2022, sem þessi áætlun sem við erum að ræða hér, þá gerum við ráð fyrir að eignir á þessu ári séu 39 milljarðar, skuldir og skuldbindingar í A-hluta 26 milljarðar, sem gerir eigið fé upp á 12,5 milljarðar tæpa. Veltufjárhlutfall verði 0,51, veltufé frá rekstri er 4,5%, skuldaviðmið fari í 105% í A-hluta, skuldahlutfall er 143% og eiginfjárhlutfall 32%. En það er rétt að taka fram að skuldaviðmið og skuldahlutfall er sitthver mælikvarðinn, og það er skuldaviðmið samstæðuna sem ég sýni ykkur núna rétt strax, sem er þetta viðmið sem við höfum verið að horfa á og eigum að gera samkvæmt lögum. Nú þá er það samstæðan, en í samstæðunni þá erum við farin að taka tillit til Reykjaneshafnar, HS og fleiri svona B-hluta fyrirtækja, og það er sem sagt, má segja, öll samstæða þá Reykjanesbæjar og dótturfélaga sem þarna er undir. Og aftur, ef við einbeitum okkur á þriðja dálki, áætlun 2022, þá sjáum við að áætlaðar tekjur í heildina þar eru 26,9 milljarðar, rekstrargjöld eru 22 milljarðar, 22,7. Það þýðir að rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir eru 4,275 í plús. Svo koma afskriftir inn í þetta og fjármagnsgjöld og svo framvegis, þetta rekur sig niður, þannig að í neðstu línu, þriðja dálki, þar eru við með áætlaða jákvæða afkomu af heildarrekstri samstæðunar upp á 47 milljónir, sem er náttúrulega ekki mikið en er þó réttu megin við núlli. Árið 2023 gerum við ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan verði 541 milljón, og svo 1900 milljónir 2024 og 2025 komið vel á 3 milljarð. Nú lykiltölur í samstæðunni, aftur þriðji dálkur fjárhagsáætlun 2022, þar eru eignir samtals, og aftur við erum með HS Veitur og allt inn í þessu, okkar hluti í þeim, þá eru eignir samtals núna 75 milljarðar, skuldir samstæðunar eru 46 milljarðar, eigið fé eru 29 milljarðar, veltufjárhlutfall þarna er 1,11, veltufé frá rekstri 13,1%, skuldaviðmið 130%, það er þetta skuldaviðmið sem við erum alltaf að miða við og glíma við. Skuldahlutfall er 172% og eiginfjárhlutfall 29%. Nú, þá ætla ég að renna hérna yfir nokkur verkefni og byrja samt á gjaldskráni, en hún var samþykkt samhliða fjárhagsáætlun, og eins og þetta kemur fram þá er álagningarhlutfall útsvars óbreytt eða 14,52%. Álagningarhlutfall fasteignaskatts, það lækkar á íbúðarhúsnæði úr 0,32 í 0,30 og á C-stofn atvinnuhúsnæðis lækkar úr 1,52% í 1,5%. Sorphirðugjald og ýmsir aðrir liðir hækka að meðaltali 4,27%. Gjaldtaka vegna þjónustulið á velferðarsviði, fræðslusviði og íþrótta- og tómstundasviði til dæmis hækkar 4,27%. Gjaldtaka vegna menningarhúsa hækkar ekki, og byggðasafn og bókasafn hækka sína liði 4,27%. Nú aðeins að kíkja á verkefnin sem við höfum hér í þessari kynningu flokkað undir þessum áherslum stefnumörkunar sveitarfélagsins, sem eru, eins og þið sjáu hérna á hringnum til vinstri, börnin mikilvægust, þetta eru þessar 6 stefnuáherslur, vellíðan íbúa,
fjölbreytt störf, skilvirk þjónusta, kraftur fjölbreytileikans og vistvænt samfélag. Og ef við förum fyrst í þennan dálk sem heitir börnin mikilvægust, þá eru þetta bara dæmi, alls ekki allt sem við erum að gera, en svona dæmi áherslur á þessu ári. Hvatagreiðslur verða hækkaðar lítillega úr 40 í 45.000. Daggæsla frá 18 mánaða aldri, daggæsla hjá dagforeldrum verður niðurgreidd, þannig að fólk sem með börn hjá dagforeldrum borgar það sama og ef barnið væri á leikskóla. Við ætlum að ljúka innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fara í innleiðingu á þverfaglegu samstarfi í þágu snemmtækrar þjónustu við börn og fjölskyldur. Við ætlum að hefja framkvæmdir við nýjan leikskóla fyrir börn frá 12 mánaða aldri í Hlíðahverfi. Við vinnum áfram að byggingu íþróttahúss og sundlauga við Stapaskóla. Safnafræðsla til leik- og grunnskólabarna verður efld. Myllubakkaskóli sem er núna lokaður vegna myglu. Við ætlum að laga hann og erum að sú vinna þegar hafin og koma honum í starfhæft ástand og halda áfram að innleiða nýja menntastefnu sem að bera yfirskriftina með opnum hug og gleði í hjarta. Og hérna er teikning af íþróttahúsi og sundlaug við Stapaskóla. Sundlaugin er innilaug en úti pottasæðis í sérstætt á myndinni og íþróttahúsi mun taka alltaf 1100 gesti í sæti. Þannig að þetta verður glæsilegt hús. Stefnáherslan velja nýbúa. Við erum að vinna með ríkinu bæði undirbúnings að byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar og nýju hjúkrunarheimili. Við ætlum að vinna áfram að því að styðja og styrkja velferðarnet Suðurnesja sem er samstarf allra þeirra sem koma að velferð íbúa. Við ætlum að auka námskeiðahald, vildavinna og í rafrænni dagskrá líka, list á mannamáli og áframhaldandi innleiðing þjónandi leiðsagnar og forystu í þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og hér er skematísk mynd af Nesvöllum, þar sem við sjáum lengst til vinstri þarna íbúðarhúsið og svo þjónustumiðstöðina þar sem að félagsstarf aldraðra fer að miklu leyti fram. Þá kemur hjúkrunarheimilið þar við hliðina, þetta eru hvítu teikningarnar á þessari mynd. Síðan kemur þarna appelsínugul bygging á föst hjúkrunarheimilinu eða mjög nærri. Þetta er þetta nýja, en ég ítreka þetta er skematísk mynd, þetta er hið nýja fyrirhugaða hjúkrunarheimili og svo þar við hliðina þessi ljósgula mynd er áætluð íbúðabygging sem gæti hugsanlega komið þarna í framtíðinni, er þarna komin inn á skipulag. Í vistvænu samfélagi, þar er líka verið að vinna að mörgum verkefnum undir þeirri stefnuáherslu. Það var samþykkt á síðasta ári ný umhverfis- og loftslagsstefna fyrir sveitarfélagið. Við erum að vinna að aðgerðaráætlun sem við ætlum svo að innleiða á árinu. Við höfum verið að vinna innleiðingu hringrásarhagkerfisins sem svo er kallað og höldum því áfram. Við ætlum í heilsustígagerð í ár með áherslu á Ásbrú og ætlum að setja aukinn kraft í gróðursetningu trjáa sem er liður í kolefnisjöfnun. Við ætlum að vinna með kölku að breytingum á sorphirðu og aukinni flokkun, en það er að koma ný reglugerð í janúar 2023 sem að setur aukna kröfur á okkar herðar í því. Og síðan ætlum við að vinna sameiginlegu verkefnum sem snúa að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í samstarfi við fleiri aðila, bæði sveitarfélög, Isavia, Katugó og fleiri. Og svo ætlum við að fjölga hér hleðslustöðum fyrir rafmagnsbíla og styðja þannig við orkuskipti í samgöngum. Fjölbreytt störf, það er margt að gerast undir þeim lið. Við þurfum að auka fjölbreytti starfa hér á Suðurnesjum og þetta er svona liður í því. Og eins og ég sagði áðan, við ætlum að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði. Það er svona hugsað til þess að gera atvinnulífinu svona auðveldar að koma til þessu fótum. Reykjaneshöfn ætlar að bjóða út nýframkvæmdir við Njarðvíkurhöfn, meðal annars nýjan skjólgarð og vonandi í kjölfarið koma þar fyrirtæki sem koma sér fyrir á svæðinu. Við erum að móta nýja atvinnuþróunarstefnu, við erum að móta nýja markaðsstefnu, við ætlum að setja upp vefsíðu fyrir fjárfesta sem hafa hug á að kaupa lóðir eða fjárfesta í sveitarfélaginu, við finnum fyrir auknum áhuga á því
og síðan að ljúka við heildarendurskoðun aðalskipulags. Og þá meginverkefni í þeirri vinnu að bregðast við fólksfjölgun í sveitarfélaginu og vexti sem byggir á ferðaþjónustu og umhverfismálum svo dæmi sé tekið. Og hér eru aftur skematískar myndir af því sem gæti orðið í Njarðvíkurhöfn. Þarna sjáum við nýjan hafnargarð lengst til vinstri og búið að stækka höfnina að verulegu leyti og mynda þarna skjól. Og skipasmíðastöð Njarðvíkur með áformum að setja upp nýja þurrkví, stærri en það sem að nú og það gæti skapað mörg tækifæri. Undir stefnuáherslunni krafti fjölbreytileikans þá erum við að vinna með áfram þetta átaksverkefni sem hófst á síðasta ári Allir með, sem gengur út á að bara fjölga þeim sem taka þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi svo dæmi sé tekið. Við ætlum að hefja byggingu nýrra íbúða fyrir fatlaða í samvinnu við Brynjuhússjóð og það verkefni bara alveg að fara á stað. Við ætlum að tryggja það að sýningahald Listasafnsins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins og að aðgengi að safnahúsum verður bætt, nýtt andrými búið til og lyfta sett upp í húsi sem að hefur staðið til lengi að gera en nú það komið á þann stað að ég get sagt að það verður að veruleika á árinu. Í skilvirkri þjónustu sem stefnuáhersla líka hjá okkur, þá höldum við áfram að vinna að innleiðingu stafrænna lausna í gegnum samstarfsvettvang sveitarfélaga á Íslandi. Íbúalýðræði, við höfum verið að prófa það í gegnum samráðsvefinn Betri Reykjanesbær, höldum áfram með skemmtileg verkefni þar. Skilvirkara bókasafnskerfi og sjálfsafgreiðsla í bókasafninu eflt, stafrænt menningarkort innleitt og geta menn verið með þetta í símanum sínum. Heimasíða Reykjanesbæjar verður endurskoðað á árinu og ferlar endurskoðaðir þannig að sem flest mál verði leyst í fyrstu snertingu. Þannig að það þurfi ekki jafn mikið og nú verið að vísa fólki á aðra. Þannig að sá sem að svarar í síman eða þið hittu fyrst geti leyst bara úr málum. Og áfram verður unnið aukinni sjálfvirkni stafrænna þjónustu á skipulagssviðinu en þar höfum við lyft grettistaki í aukinni sjálfvirkni og stafrænni þjónustu. Nú að lokum lánsfjárþörf á árunum 2020-2025. Við erum að gera ráð fyrir litlum lántökum en í 3 ára áætlun eingöngu gert ráð fyrir lántöku á árinu 2024 og 430 milljónir og svo ríkir talsverð óvissa kostnað vegna Myllubakkaskóla. Við erum að, eins og ég sagði áðan, í þeirri vinnu núna. Í samstæðunni þá það Reykjaneshöfn sem ætlar að fara í framkvæmdir sem við þurfum að fjármagna að öllu leyti með lánsfé en við fáum líka fjármagn frá ríkinu sem að þegar hefur verið tryggt. Þannig að þetta eru svona þær lántökur sem við sjáum fyrir og þá það þróun skuldaviðmiðis samstæðuna sem þessi mælikvarði sem við erum að horfa á. Þarna sjáum við þróunina frá 2012 þegar þetta skuldaviðmið var 240, það er fyrsta súlan lengst til vinstri, var 245% en hefur verið að lækka sem betur fer. Rauða línan þarna sýnir viðmiðið og sem 150% og við þurfum að vera undir því og erum það frá 2018 höfum við verið undir því og gerum ráð fyrir að á þessu ári verðum við í 130,1% en það farið síðan áfram lækkandi á næstu 3 árum eftir það. Og árið 2025 gert ráð fyrir að skuldaviðmiðið verði í 104,1%. Nú fjárfestingaráætlun, við erum með 500 milljónir á ári í gatnagerð, við erum með grunnfjárfestingar, aðrar en svona sértækar eins og Stapaskóla og Myllubakkaskóla, þetta svona allt annað sem við erum að gera upp á 450 til 580 milljónir á þessu ári, 700 milljónir síðan á árinu 23, 24, 25 og þetta í eignasjóði og við förum árið 2022 erum við að ráðgera í íþróttamannvirki við Stapaskóla 1400 milljónir og svo 600 milljónir 23 og svo rúma 600 milljónir á ári þar, meðal annars í 3. hluta Stapaskóla sem verður leikskólinn. Reykjaneshöfn með sína fjárfestingaráætlun, HS Veitur með sína fjárfestingaráætlun og fráveitan, við þurfum að fara í mikla framkvæmdir í fráveitu á næstu árum
og sem kosta rúma 500 milljónir á ári frá 2023 og okkar framlag til hjúkrunarheimilis verður einhvers staðar þarna á bilinu 200 milljónir á ári í 2-3 ár. Og ef við kíkjum aðeins á þessar almennu fjárfestingar sem ég nefndi áðan, þá eru færanlega kennslustofu við Myllubakkaskóla sem við áætlum að kaupa og fá núna til landsins eftir áramót og munum eiga þær svo bara til nota annars staðar. Þær eru eins og þetta segir færanlegar. Við ætlum að halda áfram heilsustígum eins og ég segi og við Ásbrú. Við ætlum að fara í orkuskipti samgöngum, aðgengismál fatlaðra og skógrækt. Þetta er allt svona almennar fjárfestingar. Áfangi 2 við Stapaskóla, 1400 milljónir í íþróttahús og sundlaug. Það er fjármagnað sérstaklega. Reykjaneshöfn 295 milljónir uppbyggingu Njarðvíkurhöfn og svo framlag vegna byggingu nýs hjúkrunarheimilis að fjárhæð 150 milljónir í 2-3 ár þar. Nú að lokum bara enn og aftur takk fyrir áheyrnina og nánari upplýsingar þetta allt saman er að finna á heimasíðu Reykjanesbæjar. Takk fyrir.